í fyrsta sæti. Kemur á klukkutími, 56 mínútur og 6 sekúndur. Karen Axelsdóttir. Já, og eignabyggar og farandbyggar kemur síðan. Undan honum kom svo var hann Íslendingavinnurinn eða Íslendingurinn Kári Brynjálsson. Og í fyrsta sæti æðislega spennandi úrslit kom engin annar en Hafsteinn Ægir Geirsson. Sæl Karen og til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Getur þú kannski lýst fyrir okkur stuttmáli hvernig keppnin þróaðist hjá þér? Já, takk fyrir það. Við unnum bara mjög vel saman. Ég var ekki viss hvort ég ætti að testa þar eða hvað ég ætti að gera því ég hef ekki hjólað með þeim áður. En eins og þið vitið þá má maður auðvitað hjóla í kjölsóginni hjá öðrum. Þannig ef ég hefði farið að taka sprettinn sjálf þá hefði það bara komið og náði mér eftir kannski 20 kilometra. Já, nákvæmlega. Þannig að það var bara æðislegt hvað eru sterkar og hvað konur eru sterkar á Íslandi. Já, við eigum alveg frábæra núna 3 íslenskar konur og vonandi er þetta bara til þess að koma að verða fleiri bara næst hjá okkur. Bara æðislegt, æðislegt. Þannig að þetta gekk vel. Við unnum saman fyrstu 3 hringina og þá tók ég á rás og það döði. Já. Og svo fór ég bara óla átt síðasta halva hringin. Já, þú tekur þessu strömmulega síðasta brekkunni, þá tekur þú svona ekstra og losa þau við Ásu og ert síðan einn það sem eftir er. Já, það var þannig. Já, það er glæsilegt. Það var rosa gaman. Takk fyrir hamingju með titilinn. Takk fyrir. Til hamingju með Íslandsmeistaratitilinn. Þetta er vonandi sætt á þessu ári eftir góðan vetur og góðan undirbúning. Já, þetta eru ágætisverðlaun. Þetta er búið að vera erfiður vetur og erfitt vor, margt búið að gerast. Þetta eru verðlaunin og ég er hrikalega sáttur. Það var allavega fyrri part ársins, það var ekki okkur í hag með æfingaveður en svo er nú sumar komið þarna í júní og júlí og tóklega. En hvernig er þróast þennan keppnin hjá okkur? Nú voru þið meginpartið saman en á öðru hring, mér fannst þið svona aðeins skifið, hvernig var annar hringur hjá okkur? Það raun og voru allir hringirnir mjög svipaðir en það var svona aðeins meiri keyrsla á öðru hring. Týndust einhverjir úr þar, ég er ekki alveg viss hverjir og svona týndist aðeins hópurinn. Annars var það bara, hópurinn var svona nokkuð mikið að vinna saman og aðalhópurinn kom saman í mark. Nú gerir raunverulega Kári einu sinni árás á hópinn og nær hann einhverjum svona 20 metrum á okkur og ég gæti ekki byrja að segja að þú eiginlega varst einn að hjóla inn, er það ekki rétt hjá mér? Jú, þetta var nú eiginlega bara klúður, ég var náttúrulega bara aftarlega í hópnum að einhverju spjalli. Já. Og þá var hann farinn, ég hélt einhver annar myndi brúa en það gerði enginn, en þá var ég bara að gera. Já. Þetta var svo sem ekkert hættulegt en flott árás, enga síður. Já, akkurat. Og síðan hérna raunverulega bara jafnt og þétt flysjast mennirnir af og ég bjóstu verið að þið reyndu að gera eitthvað meira í þarna var mikil keyrsla á síðasta hringup eða voru menn farnir að hugsa bara um endasprettin? Mér sýndist það reynda bara á 5. hring að menn voru farnir að hugsa um endasprettin. Já. Það var svona lægra tempo á síðustu 2 hringina. Já. Óvenjulega lítið af árásum þannig að það var svona nokkuð þægilegt bara. Já. En hérna þetta hafði ekkert að segja þar sem að Hákon var að reyna þarna á síðustu 5 kilometrunum? Nei,
Nei, ég held ekki. En það er allan slitna aldrei neitt á milli, hann reyndi þarna tjörsinsennum og það bara jókst hraðinn sko. Já, nei, ég meina kannski að þakka honum fyrir það, hann dróð mig inn í endarspretti, svona óbeint á hans að hann vissi að því kannski. Já, akkurat. Svona aðstofaði mig svolítið við. Herðu. En svona sé það bara. Herðu, til hamingju með þetta hafið, þetta var frábært að sjá þetta, til hamingju. Takk. Sæll Emil og til hamingju með unglingatitilinn. Takk fyrir það. Segðu mér svona í stuttu máli, hvernig var þetta fyrir þig að fást í stóra hópinn hérna? Þetta var erfitt en gaman, mjög gaman. Brekkurnar sátu svolítið í manni á allir. Og öðrum hring var ég farin að finna aðeins fyrir löpunum. Já, þannig að þú mistir aðeins á hópnum hérna, Já, í brekkunum. Svona í brekkunum svona einu sinni eða jafnvel tvisvar þurfti að taka og var það erfitt? Samt, ég bjóst við að það yrði erfiðara. Þannig að það hægðist aðeins á hópnum eftir brekkuna? Já, það hægist alltaf aðeins á honum eftir brekkuna, þetta var ágætt. Já. Það var bara mjög gaman, hvít hringur. Og svo á fjórðarhring að það varstu bara í góðu geim og meiri sem gerði þér árás hérna í restina? Já, ég gerði hann eins og vissum tíma. Ég ætlaði bara að staða aðeins hérna, en það er alltaf að pröfa og að læra það í. En þetta var góð reynsla bara? Já, mjög skemmtileg hringur. Til hamingju með unglingatitilinn. Takk fyrir það. Sæl Bryndís. Hei. Til hamingju með unglingatitilinn. Og nú var þið ræst, þú varst í ræst saman með meistarahópnum kvenna og það er náttúrulega ansi góðar hérna með Karin Ás og Maríu Ögg sem eru orðnar alveg gríðarlega sterkar. Hvernig gekk þér svona á fyrstu metrunum og upp fyrstu brekkuna? Já, ég mistaði mig í fyrstu brekkunni innan. Já, það var að ég náði ekki að stíga nógu vel og svona. Já, en þannig að þú þurft að hjóla einsumul síðan alveg í mark? Já. Já, en þetta hefur verið dálítið erfitt fyrir þig? Já, svona, það var smá mótundi svona. Já, var það þegar þú komst niður brekkuna út hjá Varsvíkinu og út þá kom smá mótundur? Já. En aftur til hamingju, þetta var flottur tími og flottur árangur, til hamingju. Sælistrákar og til hamingju með Kári með annarsæti og Árni með þriðarsæti á Íslandsmeistarabótinu. Núna var þetta alveg hörku endarsprettur og það var ekki meira heldur en bara, já, ég veit ekki hvað þetta var, bara rétt lofta á milli dekkjana hjá okkur í endamarkinu. Farið með okkur svona síðustu, já, hvað segja, 100 metrana, hvernig var þetta? Já, það var 300 metrar. Svona 200, 300? Já. Það er Hákon sem að opna sko hraðan og það er Hafni fyrir aftan á, svo Káir, svo ég, svo Míró. Svo fer Hákon í burtu, hann okkur aðeins á Míró og hann datt út. Svo opnaði Hafni sprettinn og kláraði eftir og ég eftir Kára og ég var aðeins að ná röstaði, það hafðist ekki. En Haffi, þið mistuð ekki að hann bara fóð fram úr ykkur eða eitthvað? Nei, þetta var bara línan sko, þetta var línan. Já, ok. Hafni Kári ég. Þannig að þó að þið værið sogin á honum að þá náðu ekki að mattsa það? Nei, ég var aldrei inn í sogi sko, því að Kári var vinstara minn og ég reynda... Já, ok, þannig að þetta hefur verið svona frekar óhagstætt. Þannig að Hákon hefur eiginlega leitt ykkur inn og síðan hefur þið þrír eiginlega svona gefið allt í botn og hvor var það sem fór fram úr hinu? Var það Kári sem fór fram úr eða? Ég var eftir framann, svo kom Árni allir inn og já. En hafði það ekki nógu mikið? Nei, það var aðeins meira. Það var 2 millimetrar? Nei, aðeins meira. Ok, til hamingju með það strákar.